Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við ætlum að ræða fasisma og kannski nýfasisma og sem ég getur sagt að gefnu tilefni það nú verið meira held ég rætt uppgang fasisma og nýfasisma undanfarin ár heldur en bara frá því ég man eftir mér. Og hingað kominn Pontus Jarlstad sem sagnfræðingur og eiginlega doktor í fasisma eða andfasisma. Herðu, maður heyri það stundu þegar sagnfræðingar að ræða þetta. Það svona síður, finnst það síður skemmtilegt að menn að nota þetta hugtak og hitt og þetta, af því að þetta tilheyrir svona tiltekinni hreyfingu, snemma á síðustu öld og fyrir hluta síðustu aldar. En ef maður horfir fram í reglufestu ykkar sagnfræðingana, þá það náttúrulega svona alls konar hugmyndastefnur að þær svona endurfæðast inn í nýjan samtíma aftur og aftur, þannig að það einhver þráður sem að getur kviknað aftur og þannig gerist ekki með sama hætti og áður. Já. Ef ég myndi segja það að margir benda á að það sé mikill uppgangur fasisma í okkar heimsluta, myndirðu taka undir það? Í Evrópu? Já, og kannski í Bandaríkjunum, svona Vesturlönd og svo kvöldun? Það alveg klárlega mjög sterk hægribylgja núna, það ekki spurning það. En hvort hún fasísk, það kannski svolítið svona, má deila það. Það sem ég ekki svo harður að eitthvað þarf að líta út eins og 4. áratugum til að geta verið það eitthvað fasíst. Það snýst meira að reyna að greina samtímanum, eftir forsendum samtímanum og kannski hugsa samtímanum, hugsa fortíðina sem eitthvað sem skapa samtímanum frekar en að nota fortíðina til að greina samtímanum til að gera þetta rosalega flókið og heimspekilegt en það sem við getum sagt náttúrulega þessi rosa stóra hægribylgja þá fæðist svona ný hægri öfl, svona íhaldsöflum, alls konar mismunandi hreyfingar sum klálega andlýðræðisleg og öðrum hreyfingar ekki andlýðræðisleg. Ég myndi vilja segja að fasisma fyrst og fremst svona andlýðræðisleg hreyfing. Svo það þarf allan að fylla þetta skilyrði, finnst mér. En svo þetta líka, þessi hægribylgja þá móta þetta þá svona discourse, svona orðfræði, svona heimur orð og hvernig við skiljum heimina. Hvað rangt með heiminum í dag, það hefur einhver hnignun, það eitthvað woke og við þurfum að fá einhver endurfæðing eða breyta heiminum eitthvað. Og það svona orðræðu heimur sem rosalega marga mismunandi hreyfingar getur hreyfst í. Meðal annars þá kannski fasíska hreyfingar. En það þýðir ekki nauðsynlega að allir hreyfingar á þessum hægra svæði fasísk. Man þarf að vera svolítið, held ég, að því það berjast móti fasisma öðruvísi heldur en til dæmis að berjast á móti, ég veit ekki, íhaldsöflum eða myndi ég segja. Ok, þá það svona bara að byrja á byrjunni. Hvað þarf stefna að uppfylla til þess að vera fasísk? Ég persónulega myndi segja að það mjög gott skilyrði ef hreyfingin eða þau sem í hann skilgreina sig sjálfir sem fasísk eða nasísk. Það fáir sem gera það? Nei, það alveg til hreyfingar sem gera það. Það fáir samt? Já. Og það ekki vinsælt til framdráttar að koma fram og segja ég fasisti? Nei. Eða ég nasisti? En þetta svona hægt, það sem svolítið hægt við menninginni okkar dagar það tilneyingar til hægt og varlega svona normalisera og búa til einhver svona ný skilning á fortíðina sem myndi þá búa til umhverfi þar sem þessi hugmyndastrauma eru kannski meir normalisera. En svo í alls konar hægri podcastum núna og til dæmis setja efa hvort það var Hitler að kenna að setni heimsstyrjöldin byrjaði eitthvað svoleiðis. Svo
það sem áhugavert í samtímanum þá kannski að skoða þetta umhverfi sem getur búið til einhver umhverfi þar sem fasískum hreyfingu getur þrífst. Frekar en að vera að segja öllum sem eru í einhver íhaldsflokkum segja fasistar, þá kannski betra að reyna að greina samtímanum út frá forsendum samtímans, myndi ég halda. En með skilgreina sem fasísk, það eru sumir sem segja vera fasistar, en svo visst þú kannski þetta nazisma oft svona pejorative, oft hvað heitir þetta eftir íslensku? Skammarýðri. Og þau kalla sig þá þjóðernissósíalistar, national socialist fyrst og fremst. Eða þá þjóðernissinnar getur líka verið. En þetta gerir hlutina náttúrulega rosalega flóknar þegar þeir skilgreina sig ekki sjálfur sem og andlýðræðissinni, ekki? Já. Til að fylla það. Já, og einhver líka, þú veist, andlýðræðissinni og einhver svona kynþáttahyggja þarf að vera undirliggjandi líka. Það var eitthvað sem var ekki alltaf gert grein fyrir hversu mikilvægt kynþáttahyggjan var innan þessar hreyfingar fyrir en kannski eftir á helförina. Þá fattar fólk hversu mikilvægt þessi hugmyndafræði, þessi gyðingahatur, þessi kynþáttahyggja var fyrir þessar hreyfingar. Að þeir raunlega bara fornaði stríðs möguleikar til að bara halda áfram og framkvæma helförina í Evrópu til dæmis, nasista Þýskalanda. En það voru fleiri en gyðingar sem að fórust í helförinni. Það voru alls konar hópar sem að voru skilgreindir sem ógn að innan, grafa undan og ýta undir hnignun samfélagsins. Já. Það gat verið fólk sem var bara fatlað eða sakamenn, það gáttu verið kommunistar og sósíalistar, það gáttu verið flogaveikir og hvað sem gáttu að hreinsa í burtu svo að samfélagið hreinna. Já, það þessi mannkynbóta stefna sem voru náttúrulega svona sem var þá vísindi á þessum tíma, en það voru ekki allir vísindamenn innan þessi mannkynbóta stefna sammála því hvort það væri hægt í rauninni að flokka mannkynið í milli kynþættir, en þá þessi útgáfa hjá nasistunum voru klárlega svona nota mannkynbóta stefnan í að flokka mannkyn í kynþættir og þá drepa þá falla fólk en það var ekki eins, við skulum segja með falla fólk til dæmis, þá voru þeir drepin af nasista Þýskalands, en þeir átti líka alltaf, það var ekki eins auðvelt fyrir þeim að framkvæma þetta að þeir átti þá fengu móthaug frá kirkjuna til dæmis þegar þeir drápu svo mikið hennar falla fólk. En síður andmæli þeir voru að drepa gyðinga? Já, til dæmis það voru þá, við getum sagt að þannig þegar við tölum nasista Þýskaland þá kommunistar voru vissulega drepnir en ekki allir. Það var hægt að lifa af því það var ekki þessi hugmynd að einhverju var kommunisti að eilífu af nasistar hugsuðu. Það var hægt að bjarga fólk frá kommunismunum. Nema ef þau voru gyðingar þá voru þeir réttræpnir. Svo það sem einkennir þá gyðingar þegar það kemur að helförinu að það engin leið fyrir þeim að komast úr þessu. Já. Eins og kannski fallaði maðurinn. Hann getur ekki losað sig við föllun sína. Nei, hann var líka, það líka partur af þessu. Og svo kannski afkomendur hans hafi ekki verið taldir hættulegir. Já, nákvæmlega. Herðu, en þetta var kannski svona aðeins hliðarskrif, en að því að þú nefndir þarna svona hugmyndum svona hnignun samfélagsins sem mjög ríkjandi í dag. Rosalega ríkjandi í dag. Telurðu að hún sé einhvern veginn hluti af svona hugmyndakerfi fasismans, að það þurfi svona endurfæðingu samfélagsins? Já,
Það eitt fræðimaður sem heitir Roger Griffin som setter fram mye svona áhugavert hugtak sem heitir svona fascist minimum svona, og það þessi hugmynd að fasism, það hægt og allir alltaf ósammála hvað fasisma og Roger Griffin svona stjórnmála heimspekingur, sagnfræðingur vildi þá reyna að sjóða þetta niður en svo lítið þess að hægt og eitthvað sem allir átti vera sammála og það þessi hugmynd að þetta þá fasisman hugmyndafræði fyrst og fremst, það bara sjálfstæði hugmyndafræði sem einkennist af öfgaþjóðnishyggja og hugmyndin að það þarf að endurfæða samfélagsins, palingenetic og þá að samfélagi til dæmis með því að henda út þeim sem ekki tilheyra þjóðinni, tryggja það að þeir sem eru sannarlega þjóðinni og viðhalda þjóðernislegum sjónarmiðum að þeir stjórni helstu stofnunum samfélagsins? Já, það getur verið alls konar. Það getur verið þá partur af einhvern menningastrið en það getur náttúrulega sjálfsögur getur enda í þjóðamorð eins og gerist í Þýskaland. En það þarf ekki? Það þarf ekki. Til þess að vera nefnt fasismi? Nei, en máli með fasismanum að það oft þannig að annarkvort hnignar hún eða þá verður bara meira róttæk og oft endar það með einhver svona hörmungar eins og Þýskaland. En þessi hnignun þá, þessi hugmynd hnignun samfélagsins rosalega mikið í umræðinu í dag. Við tölum að það vandar það vandar að fæða meira börn, það hnignun í fólksfjölgnum, það hnignun í menningu, tungunni, hnignun í tungumáli, íslenska tungumáli alltaf að deyja út og útlendingar svolítið að kenna fólk bara að verða meira aumingjar. Við höfum ítt undir það, við höfum alltaf að styðja en veika í staðin fyrir að styðja en sterka og þar alveg hefur svona sjónarmið eða viðmiðanir hinna veiku fengið að ráða og við höfum orðið bara raumingjar. Þetta er ríkjandi bæði í Bandaríkjunum og svona talar miðflokkurinn til dæmis. Já, algjörlega. Já, ekki spurning. Og þetta þá einhver svona hugmyndastraum sem kemur þá kannski aftur upp en mismunandi myndum þá. Af því á millistríðsárunum voru þá hugmyndastrauma sem voru meira viðtekin heldur en í dag en svo gyðingahatur var svona frekar viðtekið og eitthvað sem fólk var það var engin svona samfélagsskömm að hata gyðinga fyrir að vera gyðingar eins mikið á millistríðsárunum eins og í dag til dæmis og meðan í dag eru þeir sem að hugsa þessi hnignun þá kannski mest að hugsa menning eða eitthvað annað sem hefur áhrif. Og oft tengt að það séu tilteknir hópar sem að spilla menningunni frekar en aðrir og það eru þá varðandi kynþætti eða svona þeim skala þá það líklega fólk frá Miðausturlöndum og Íslam sem að getur eyðilagt vestræna menningu. Já. Það svona hugmyndin að þessi vera skipt úr þjóðinni. Já, og þessi samsæriskenningar voru þá rosalega ríkjandi á millistríðsárunum líka og þá var þetta kallað svona judeo-bolsjevism. Þá var gyðingadómur tengt saman við kommunisma og þetta átti vera einhver svona global samsæri á móti hvíta kynstofnin og í dag sjáum við kannski meira þessu hugmyndir að muslimar að reyna að þurrka út hvítamannsins og eitthvað svoleiðis. Og stundum talað svona eitthvað svona vók, getur verið trans eða eitthvað og þá verið að fara að tala marxisma, það sé verið að kenna út úr háskólanum, eitthvað svona ný marxisma, þannig að sumuleyti þetta byrjað að ríma ansi mikið saman. Já, þetta hugtak menningaleg marxisma mjög náskild þessi skilning judeo-bolsjevism, það svona svipað. Sérstaklega því þeir sem tala þessi hlutverk menningalega marxisma eru þeir þá tala fræja fólk frá til dæmis Frankfurt skólanum sem var þá svona marxískur spekingar voru virkir á millistríðsárunum og eftir stríð líka
Og þetta voru þá skóla, svona menningaleg marxisma som reyndi að útskýra af hverju, af því við erum komin með svo stór verkefli stet, af hverju erum við komin í kommunisma, af hverju ekki fleiri sannfærið kommunistar. Og þá voru þá menningalega tól til að reyna að greina af hverju verkefli stetin voru ekki meira sannfærið gildi sosialismans. Og meðans í dag eru þá þessi menningalega marxisma bæði gagnrýnd frá vinstri og hægri. Og frá hægri þetta oft sett fram som einhvers konar leið fyrir vinstrinu að taka yfir stofnana og setja inn einhver svona hugmyndir fjölmenning, eitthvað svoleiðis som á þá rætur sína sækja til þessa marxiska spekingar, þessi Frankfurtskóla. En ég fyrir líka bara svona franskra heimspekinga upp úr miðri öld, svona postmót höfunda, sem að reyna að skilgreina hver væri hugmyndaheimur þeirra postmótursku tíma sem við lifðum. Já, það þá postmodernisma, poststrukturalisma. Það er oftast vísað í þær hugmyndir frekar heldur en einhverja sem myndi gangast við því að vera menningarlegur marxisti. Ég held ég eitthvað sem að gera það. Þetta bara skammarir því. Nei, menningarlega marxisma líka skóla innan marxismanum, sko. Og þegar við tölum postmodernisma þá við tölum annan skóla. Postmodernisma til dæmis ekki þá Frankfurtskólanum, þá tölum við meira Foucault og eitthvað svona. Það sem heyrist þegar hægri menn að nota þessi hugtök, þá þeir frekar að vísa til hugmyndaheims Foucault eða Derrida eða. Já, stundum bæði. En allavega þá höfum við þá þessi hægri analýsa á þetta, en svo frá vinstrinu líka menningilega marxisma gagnrýnd og þá frá vinstrinu þetta oft sett fram som einhvers konar bandarísk samsæri að þessi menningilega marxisma var fjármagnað af bandaríska leyniþjónustan, CIA og eitthvað svoleiðis sem tól í kaldastríðinu til að berja niður Sovétríkin. En maður hefur svo sem heyrt þær kenningar en þær eru ekki eins ríkjandi og gagnrýnir frá hægri. Þær eru mjög ríkjandi núna og innan vinsturhreyfingar í alla heim núna sjáum við núna, finnst mér eins og ég að skilja að greina þetta. Við sjáum núna tilneyingu mikið innan vinstrun að reyna að endurhugsa Sovétríkin og hugsa, kannski var þetta ekki eins slæmt og af hverju mistók Sovétríkin? Já, það var þá einhver svona samsæri gegn Sovétríkin innan Vesturlöndunum, leyniþjónustum, CIA og eitthvað svoleiðis. Og þetta svolítið koma sterkt upp núna og þá þessi menningilega marxistar líka gagnrýndir fyrir það að svona dæljúta marxisman, ekki kenna svona dogmatískur efnishyggja, heldur þá að hugsa svona meira menningilega nótum. Og þá sjáum við líka ekki tengingu þá með þessi gagnrýni á wokeinu. Wokeinu þá einhvers konar svona menningileg hreyfing sem vil í rauninni og þeir vilja meina þá þeir vilja í rauninni ekki breyta samfélagið eða þú veist vilja ekki umbilda eða bilda samfélagið bara einhvers konar svona lítileg frjálslyndisbreytingar innan kapitalismunum. En stærsta hreyfingin náttúrulega þarna hægra megin og það náttúrulega hún að svo eitthvað leiti náð völdum í Bandaríkjunum. Svo þessi gagnrýni á menningarlegan marxisma, það orðið bara ordrur frá Bandaríkjunum að banna ég held að bandaríska sendiráð með ekki samskipti við neina stofnanir á Íslandi sem að hafa jafnrétti eða inngildingu sem einhvern markmið í sínu starfi. Já. Þannig að þannig orðið ríkjandi ríkistefna sem að hafnar jafnrétti, fjölbreytileika og inngildingu. Já, algjörlega. Þetta bara, þetta er staðan í dag í Bandaríkin. Hvað getum við meira sagt um það? Sumir vilja taka þá upp stefnu. Ég bara að bera það saman að þú varst að vísa í sem að ég upplifi sem svona tildulega veika rödd við hliðina á gagnrýni hægriðsins. Já. Að það hafi verið stólið af okkur samfélaginu með marxískum menningarstefnu. Já.
Við náðu undirtökunum í menntakerfinu og skólakerfinu og listakerfinu og blöðunum og meginstraums fjölmiðlarnir séu allt saman handbendi einhvers samsæris til þess að brjóta niður og veikja samfélagið okkar. Já. Þetta svona hægri sjónarmið. Já. Það minnst að vera svona ráðandi og ríkjandi á meðan að maður þekkir alveg hinnar raddirnar að þær eru ekki svona beint veiga miklar í umræðinni. Nei, vissulega. Það er ekki hreyfingar út á götu. Nei. Þú myndir ekki ná 150 manns í miðborg Lundúna í kringu þær kenningar. Nei, en það er samt áhugavert að skoða hvernig stjórnmálahreyfingar svona endur upp götva fortíðinni og býr til einhver svona minningaleg stjórnmálum kringum fortíðinni, hvernig við skiljum fortíðinni. Þegar ég var ungur, það var svona fæddist 87, svona og var svona politisk miðutu eftir fall Sovétríkinni og það var vinstrinn oft svona að gera upp við Sovétríkinni, þú veist að hvernig eigum við skilja þetta og hvað hlutverk á Sovétríkinna, hvernig skiljum við Sovétríkin og það var oft svona hreyfingar á vinstrinu sem voru þá svona frjálslyndis vinstri hreyfingar vinsældir eins og anarkisma og syndikalisma, autonomista, svona vinstri kommunistar. Og meðan ég held við sjáum kannski annan tilneyingu innan vinstrinu núna sem svolítið áhugaverð að skoða. En að sjálfsögðu, í Bandaríkin er þetta svona ríkistefna núna að gagnrýna woke og það er náttúrulega rosalega mikilvægt og skilja þá að þeir eru búa til svona politist tungumál og hægri stjórnmálana sem þá öfgahreyfingar mun þrífast í eins og fasískar hreyfingar. Þó að við höfum kannski ekki sé rosalega sterk svona fasísk hreyfing aftur í Bandaríkin síðan þessi stóra bylgja var þegar Trump var kosin fyrst, þegar við tölum alt-right bylgjan, þá voru náttúrulega rosalega mikið svona klárlega fasískum hreyfingum mjög sterkir. En það við höfum það ekki eins mikið núna kannski. Ekki svona sýnilega, svona vopnaðir hópar sem að voru með þessa hugmyndastefna sem að birtust eiginlega hvíti yfirburðarhyggju fólk. Já. Birtist eins og það væri að sigra Bandaríkin. Já, og sumir vilja meina þá margir af þessum kannski þá búin að fá sig vinnu, já, ICE og eitthvað svoleiðis, auðvelt að fá sig vinnu, já, ICE þá þeirra útlendingastofnum getur við sagt, það ekki? Þeir þurfa ekki að vera brúnstakar á götunum, þeir eru bara komnir í Já, sumir vilja meina það að þeir vinna fyrir ICE, en það er svona, ég hef ekki. En við erum ekki í Bandaríkjunum, en maður heyrir svona og að sumleiti finnst manni svona orðræðan verða ákafari í dag, stundum er tekið dæmi að Fuentes, sem að, ég veit ekki hvort þú sást viðtalið sem að Tucker Carlson tók við hann, það sem að nasisti eiginlega, hann bara að tala við svona stofuhæfan rasista, eins og Tucker Carlson hann er svona alltaf á mörkunum þess að vera hent út, en hann heldur sér einhvern veginn hann inni, passa sig á því, en er með endalaust hundaflaut og allir vita hvað hann er að tala. En hann talaði þarna við mann sem að dáist að Hitler og fer ekkert lengt með það að hann sé gyðingahatari. Já, gyðingahatari. Og gyðingar hafa startað öllum stríðum sem hafa verið hér og þar framdi gotanum. Yes. En mér fannst það þegar ég hlusta á þetta hefði samtali ekki getað átt sér stað bara fyrir 3 árum eða 6 árum eða eitthvað slíkt. Þannig að mér finnst eins og þrátt fyrir að það sé ekki eins áberandi eins og þú veist að lýsa á fyrri kjörtímabilinu þar sem að maður svona sá þetta fólk, þetta alt-right fólk og var bara vopnað. Að þá finnst mér sko orðræðan vera komin svona ansi langt sko. Já. Ég er sammála og það var kannski það sem ég vildi svona grípa í þegar ég var að tala í byrjun en að þegar við sjáum þetta verður svona normalisering og þetta tungumáli verður svona meira og við erum að byrja svona, já, fólk byrja að fara í podcastum og spyrja sig hvort það er Hitler að kenna yfir setni heimsstyrjöldin, þá erum við komin einhvern mjög slæman stað og alveg eins og þú ert að segja með þessi maður, það er bara klárlega gyðingahatari og hann hafði ekki verið í þessi viðtal
áður og og svo getur maður líka spurt þegar hvort þetta tengist þá kannski líka morðið á þessi hinn Charlie Kirk hvort þessi Fuentes hefur núna fengið tækifæri þegar hann var drepinn að búa til nýtt rými fyrir sig og fyrir þessu mjög fasiskum hugmyndafræði. Það ekki alveg klárlega hvort hann afneita helförina og hann finnst ekkert rangt með Hitler en samt hann ekki eins mikið svona hvítan kynþáttahyggja eins og öðrum heldur að hann byggir sína fasisma rosalega mikið á kaþólsk trú, kristindómur og hann klárlega fasisti og meðan þá til öðrum hægri öflum sem meira nasísk en hann klárlega Fuentes klárlega fasisti og það sem áverð líka þessi tilneyingu í Bandaríkjunum líka annars staðar þegar gyðingahatur verður svona normaliserar þá þetta svona tveir hreyfingar sem mætast þá þessi hreyfing sem ensku getur við talað svona frá from the gutter og svona undirbylgja svona eins og Fuentes sem svona rosalega völger og talar rosalega beint út og nota ljót orð og blótar og svona og svo frá kannski yfirstettin eins og Tucker Carlson kemur náttúrulega frá rosalega efna fólk þegar þessi hreyfingar mætast þá tala fræðifólk hefur talað að þegar þessi hreyfingar þessi tveir svona stettir mætast þá komin pólitísk hreyfing sem verður svona gyðingahatur það sem gyðingahatur verður svona raunverulega pólitísk hreyfing og með þetta gyðingahatur náttúrulega þessi populískar hugmyndir það hægt í staðan fyrir að greina samfélagið út frá stettir eitthvað svoleiðis þá bara hægt að segja já við erum þjóðin og gyðingarna og gera allt erfitt fyrir okkur eitthvað svoleiðis En þessi tveir, ef við tökum þá svona sem dæmi og þá getur þeir komið saman og verið saman það að við verðum að byggja Bandaríkin upp og verja þau að þau séu hvít og kristið samfélag. Og það sem hefur gerst að við höfum skapað allt og mikið rými fyrir svarta og litaða og við höfum látið allt og mikið undan býst ég við að þeir myndu báðir saman á því, svona kvennarhreyfingunni og fleira og samkynniðum og fleira sem hefur haft, þeir vilja ekki hleypa þeim að börnunum og eru báðir á því að fólk eigi helst að kenna börnunum sínum heima. Ég mannaði einhvern veginn Charlie Kirk til dæmis því fram að þeir sem væru með heimanám að þeir myndu erfa landið af því að það kæmi bara aumingjar út úr opinbera skólakerfinu og þessum hefðbundna skólakerfi. Já. Þannig að þarna við nefnum við 3 menn sem eru miklir áhrifamenn. Þetta eru miklir áhrifamenn. Tucker Carlson bara páfi í Bandaríkjunum, í makareyfingunni. Mjög áhrifamikill og hefur valið sér þessa stöðu að taka sér ekkert svona ákveðið hlutverk líklega til þess að hafa þessi völd sem hann hefur. Fuentes mjög vaxandi áhrifaldur. Ég heyrði eitthvað segja það að ég held að verið haft eftir ungverskum stjórnmálafræðing sem hafi komið og verið að ræða við svona hreyfinguna í kringum Trump. Og þar eru náttúrulega fullt af svona interns og svona ungu fólki og hann hélt í fram að eftir að hafa bara gengið á fólk og spurt Fuentes að hans tilfinning væri það svona allavega 40% af ungu mönnunum litu á þennan mann sem hugsuð. Já, ok. Já. Og þá eru það að tala eins og að akkur ekki mennin út á götum vopnaður, þeir eru bara komnir í vinnu, þeir eru komnir inn í kerfið og hann lýsti svona áhrifum hans þannig og Charlie Kirk náttúrulega hefur gríðarlega áhrif og ekki kannski síður eftir hann dó. Allir þessi menn eru að tala raunverulega fyrir svona kynþáttarhreinu, hugmyndarlega hreinu samfélagi sem að verða að vera undir stjórn kristina, samblanda evangelistum og einmitt kaþólskum. Já. Já, algjörlega. Það er þessi hreyfingar innan núna republikanska flokkurinn og það var í fréttunum ekki svo langt síðan það var leki svona chats frá ungi republikanari í Bandaríkjunum þar sem þeir voru klálega með rosalega mikið rasísk ummæli og svona, og nasisma og eitthvað svoleiðis. Svo það klálega þessi tilneyingar
innan þessar hreyfingar að færast til hægri og það það núna opnast tækifæri fyrir þessar hreyfingar að ná vald og meira áhrif og líka því að það rosalega mikið gert grín að þessu. Það tala núna að í þessi hægri bylgja þá eru sum orð aftur allt í lagi að segja en svo Bandaríkin tala R-orðið þá aftur allt í lagi að segja. Fólk fá bara að googla það hvað það ég nefnir ekki segja það núna. En það þessi tilneyingu að segja allt sem var þá fyrir, allt þessi woke, allt það var bara villaust og núna er allt leyft. Byrjar í gríni og svo hægt og bítandi þá verður þetta viðtekinn. Já. Og einhvers stað þá verðum við viðurkenna að þetta náttúrulega sumi þá mjög frægir heimspekingar hérna á Íslandi líka og mikið og valda mikið fólk vilja þá meina að þetta bara partur af málfrelsi að við þurfum að leyfa fólk segja það sem þeir vilja. En það náttúrulega ekki þann svo auðveld að því það sem fólk segir og það sem fólk skrifar mótar líka samfélagi og ef við höfum samfélagi það sem við viðurkennum að það hægt að gera grín minnihlutahópar og hvaða hátt sem þá búum við til það sem samfélagi það sem minnihlutahópar verður ekki viðurkennt eða virt. En þú mátt að segja það málfrelsi. En það sem að menn hægra megin, þeir gera oft kröfur að þeim sé ekki andmælt. Þannig ef einhver andmælir þeim og segir að þetta sé bara heimska hjá þeim, að þá telja þeir að sé verið að taka af sér málfrelsi. Þannig að það oft óljós hvað verið að meina með því hvað má segja. Já, það óljós hvað að meina með málfrelsi. Þess vegna notað svolítið vók, að vók sé það að þú sett að reyna að kæfa niður umræðu annara sem oft ekkit annað en bara andmæli. Já, stundum, en stundum þetta náttúrulega líka tilneyingar til að kæfa niður, til dæmis andfasiskar hreyfingar eru náttúrulega sögulega séð búin að stunda það að reyna að bara kæfa niður fasisman áður hún nær og þrífast og vexa sig sterkan. Öllu tiltæku ráðum. Og þá snýst það kannski ekki að hafa einhver svona samræður eða keppast einhver góð rök. Það snýst bara þá að reyna að berja niður einhver stjórnmálahreyfingar áður þeir ná þá áhrif. Svo það svona mismunandi háttum að líta á þetta. Herðu, við erum að dvelja svolítið við svona menningarlega hlutan, svona hugmyndina hnignun samfélagsins og við verðum að koma hérna saman og endurreisa það og það svona einn almenna viðhorf og svo breytist þetta innan hreyfingarinnar að sumir vilja endurreisa samfélagið með svona þrönga skilgreiningu á það hvað raunverulegir hinn raunverulega þjóð. Það þú þarft að vera hvítur, þú þarft að vera evangelískur eða kaþólskur og þar fram til göttunum og gangast inn á þessi viðhorfsmunur. En þetta ekki nóg til þess að vera fasisti. Þú getur kallað þetta þjóðræknismenn eða eitthvað slíkt. Þannig það eitthvað meira að koma til. Já, Það hefur verið að vera hugmyndin það að það sé Fuentes bara mjög gott dæmi maður sem mætti klálega kalla fasisti og svo þessi það öðrum núna náttúrulega ekki búin að undirbúa mig rosalega mikið fyrir þetta viðtal en það öðrum svona Þú tókst nú skrifar heila doktorsritgerð hugsundir ég tala nútímanum í Bandaríki núna sem svona andlýðræðislegar en út frá öðrum forsendum en svo hvað heitir þessi maður aftur núna hann talar að samfélagi lýðræði blekking og samfélagi svona stjórnar á konungar hvað heitir þessi í Kísildalum þessi Kísildalum það náttúrulega annað svona tilneyingu innan Bandaríki núna svona andlýðræðisleg tilneyingu Mikil svona hreyfing í kringum Bitcoin og eitthvað fleira þar sem umrætt að draga úr völdum ríkisvaldsins. Það heldur aftur að súpermönnunum sem þessi mendast að. Og svo vilja sumir í Bandaríki meina að það tilneyingu í Bandaríki núna gagnrýna þingræðið, að gagnrýna kosningar. Að það ætti þá frekar breyta lýðræðisfyrirkomlega það meira svona slembival, svona lotocracy
Og sumir vilja meina þá að þetta líka partur af kísildalurinn að okna lýðræðið, að því ef stjórnmálaflokkana þurrka út þá engin leið fyrir fólkinu að kjósa einhver og þetta slotocracy myndi að vera fyrirkomulag það sem mjög fáir hefur eitthvað að segja samfélagsmálunum. Það að brjóta niður svona almannavaldið til þess að auðvaldi geti bara stjórnað. Já, svo við höfum þá mismunandi svona... Félagarnir í kringum Trump ekki þarna megin því að þeir nota ríkisvaldið í sína þágu. Þannig að þeir ekki að draga úr afli ríkisvaldsins eiginlega þvert á móti. Já. Nei, nei, Það er náttúrulega rosalega erfitt að greina Trump af því hann náttúrulega tekur nýja ákvæðun eftir bara skapi. En það klálega að hann náttúrulega svona, hann notar lýðræði rosalega mikið og ég myndi ekki segja að hann persónulega væri svona andlýðræðislegur en það klálega fólk kringum honum sem það. En já, ég veit ekki hvað svo getur líka verið erfitt að meta það vegna þess að hann eiginlega með allavega 2 hópa í kringu sig sem eru ekki sammála í pólitík sko. Ég ekki eins og sammála Úkraínu eða nokkuð skapaðan hlut, þannig að það verið vera eiginlega við hvern hann talaði síðast hvorn hópin, hvort hann hafi verið að tala við svona makafólkið eða svona nýfrjálsíkjumennina sem eru kringum hann. Já. Þannig að það við verðum það stundu sagt að það ekki hægt að finna vit í vitleysu. Það getur verið þannig með Trump sko, það mjög erfitt að finna. Já, þetta tengir náttúrulega rosalega mikið svona hnignun Bandaríkjanna líka og hnignun Bandaríkjanna sem heimsveldi. Við sjáum þá stærra breytingar sem í rauninni stærra heldur bara einhver umræður einhver hugmyndafræði. Við sjáum þá bæði Bandaríkin sem heimsveldi oknað en líka Bandaríkin sem efnahagsveldi oknað á einhver liti og þessi tilneyingu núna í Bandaríkin að fara frá nýfrjálshyggjan til að búa til einhver ný svona innvæning í Bandaríkin og með þessa krísu kemur náttúrulega svona alls konar hugmyndir kringum það hvað þetta snýst En þetta ekki eitthvað sem að þú myndir kalla fasisma? Það ekki að finna fasíska... Það klárlega fasíska hreyfingar og það klárlega til fasísk öfl innan hægrinu í Bandaríkin en ég myndi ekki kalla Trump fasisti og ég myndi ekki segja allt væri fasisma því þá missir man svolítið takinu á orðinu líka bara til þess að fólk getur tekið alvarlega líka. Við höfum haft árum saman það sem Trump hefur verið kallaður fasisti og það sem demokrataflokkurinn voru bara að fara í kosningar með að Trump væri fasisti. En svo sama tíma voru þeir að setja fram Biden á móti Trump og svo Kamala Harris á móti Trump og man hugsar ef þeir rauninni trúði því sjálfur að hann væri fasist, myndu þeir þá gera þetta svona illa eins og það gera það. Að fólk, enginn sannfæriður þetta rök að Trump sé fasist. Ég held mjög fáir það. En eitt af því að sagðir áðan að eitt skilyrði sé að fólk skilgreinir sig sjálft sem fasista. Trump komst nú svolítið nærri því þegar Mamdani kom í heimsókn til hans í Hvíta húsinu og það var þá var Mamdani spurður að því en þú kallaðir hann fasista bara fyrir stuttu síðan og þá sagði Trump, þú mátt alveg kalla mig það ekkert vandamál, ég verið kallað verri nöfnum en þetta. Þannig að það svona næsta sem hann hefur komist að því að viðurkenna. En ég ætla að leggja eitt fyrir þig. Svakalega jólastemning í Hvíta húsinu. Það voru miklu vinir þar. En það mér langar að leggja eitt fyrir þig vegna þess að stundum hefur maður heyrt að það sé til fyrirbrigði sem að kalla mætti lýðræðislegur fasismi. Þá það þannig að menn komast til valda í kosningum og þá hefur tekið dæmi af Erdogan í Tyrklandi og Orbán í Ungverjalandi og Trump. Svo þegar menn komast til valda þá fara menn og brjóta niður svona grunnþætti valdreiðs lýðræðiskerfi, draga úr áhrifavaldi fjölmiðla, draga úr áhrifavaldi akademíunar, draga úr sjálfstæði dómstóla, dregið mjög úr starfsemi þingsins sem annarkvort verður bara afgreiðslustofnun fyrir það sem að framkvæmdavaldið vill eða eins og í tilfelli Trump hann bara stjórnar með tilskipunum og þingið
þingið held ég bara afgreiði allan nokkuð skapaðan hlut lengur. Það sáralítil starfsemi í Bandaríkjaþingi miðað við það sem var kannski fyrir 20-30 árum síðan. Já. Og hvað segirðu með það að það megi kalla þetta fyrirbrigði sem að við þekkjum alveg í okkar samtíma og ég held að sumir sem eru ekki búin að ná völdum gefa alveg til kynna að þetta sé leiðið sem að þeir myndu vilja fara eins og Farage í Bretlandi og fleiri. Myndur andmæla því ef þetta er kallaður lýðræðislegu fasismi, það er líklega ekki rétt orðið, heldur svona fasismi sem kemst á með lýðræðislegum hætti? Málið þú veist, ég sé þetta som slæm þróun og så men man spyrja sig af hverju kallar folk þetta þá fasisma. Ástæðan fyrir einhver myndi vilja kalla þetta fasisma væri þá að þeir hugsar fasisman þegar þeir eru séð þetta, þeir eru að minnast fasismanum. Eitthvað svona slæmt. Þetta grefur vel undan virkni lýðræðis, það setur bara eftir eitthvað svona skuggamynd. Það höfum við þá, það sem ég er búin að stunda rannsóknum minn með, en hvernig andfasisman er svona minningar stjórnmálum. Þú veist, ástæðan fyrir sumir kalla einhver hluta fasista er að þeir minnast fasisman þegar þeir sé það. Og þá þjóna einhvers konar pólitískur tilgangur. En það þarf að vera líka sannfærandi og það þarf í rauninni að mobilisera fólk. Og það þarf að hafa einhvers svona möguleika til að koma í veg fyrir þessi breytingar. Hættan verður ef man ofnota þetta hugtak þá bara tekur einhvern það alvarlega lengur. En þessi breytingar er náttúrulega klálega hættulega fyrir lýðræði og eins og þú ert að segja þessu löndum nefnar, en þetta er bara svona einræðis fyrirkomulag og já, sumir myndu kalla það fasisma og ég kannski, þú veist, ég mótmælir ekki að einhver kallar einhver fasisti, en ég er kannski, ég vil frekar kannski vera varkár þegar það verður svona ofnotað. En í þessu tilfellum að þá er það þannig það er svona authoritarianism, svona einræðis fyrirkomulag sem kemur svona hægt og rólega á. En þeir búa til líka, það er líka mikilvægt að hugsa það að þeir reyna að búa til þá einhver svona metanarratív og þeir reyna að búa til einhver breyting í samfélagi, svona metapolítisk breyting í samfélagið. Þessi hægri öflum er þá rauninni að sjá að í þessa mentastofnunum er þá kannski fyrst og fremst fólk frá miðjunni eða vinstrinu rosalega afgerandi og þeir vilja þá fá þeirra hugmyndir meira inn í þessum sviðum. Og það er náttúrulega það sem þessi hægri öflum hugsum. Þeir reyna að búa til einhver svona metapolítisk breyting í samfélagið. Sem er höfnun á því að svona valddreifðara lýðræðiskerfi eins og við kannski töldum og við varum að alast upp í, þar sem að fjölmiðlarnir eru ykkur liðið sjálfstæðir og akademían og dómstólarnir og ríkisvaldi þrískipt og annað slíkt, að reynslan hafi sýnt í slíkum samfélögum að þjóðarvilji næri ekki fram, heldur verður einhver svona hefur orðið átt sér stað eitthvað svona valdarán, einhverja hugmyndastefnu sem að hindra það að vilji þjóðarinnar kemur fram, þangað til að við finnum þennan Erdogan eða Orbán eða Trump sem einhvern veginn næra holdgera þjóðarviljan, hinn raunverulega vilja þjóðarinnar og deyfir þetta allt saman niður eða kemur sínu fólki að í þessu stofnunum til þess að hinn sanni þjóðarvilji nái fram að ganga. Já, algjörlega. Það er það sem fólk myndi greina som svona populísku tilneyingu þessar hreyfingar að reyna líka þessi leiðtogi við bara þjóðin sjálfan. Hitt ekta lýðræði væri þá ekki lýðræði fyrirkomulagi heldur þessi einræðis herra. Og það er náttúrulega rosalega sterk tengingu við fasismanum. Svo að sjálfsögðu er þetta hægt að gera alls konar tenginga við fasismanum. En það þarf held ég bara að reyna að greina þetta vel og reyna líka reyna að greina samtímanum út frá samtímanum og út frá þú veist, fortíðina ekki bara alltaf vera að hoppa til millistríðsárunum af hverju það er alveg hægt að horfa nær okkur tíma í fortíðinni hvaða
hvaða þróun leiddi okkur til þennan stað sem við erum í dag. Já, sem kannski að þetta sé svona eðlileg framvinda frá nýfrjálshyggjuárunum þar sem að auðvaldið náði völdum, almannavaldi var veikt, verkalýðsfélögin brotin niður og það eiginlega óhjákvæmilegt að við endum inn í svo rest sem að var eftir að lýðræðinu sem að meira og minna var í höndum auðstéttarinnar eins og kannski á enn frekar við í Bandaríkjunum heldur en hér þar sem að þeir eiga eiginlega stjórnmálaflokkana að það eiginlega, þetta var dautt, það var ekki Trump sem drap þetta var dautt sko fyrir einhverju síðan. Já, þetta klálega krísa nýfrjálshyggjans og krísa líka þetta alþjóðlega fyrirkomulag þar sem fleiri og fleiri þá eru að gera sig grein fyrir að fólk eru að tala þetta alþjóðlega kerfi reglur og eitthvað svona en í rauninni tölum við þá Bandaríkin sem eitt heimsveldi frekar en eitthvað annað og þetta var náttúrulega mikið óréttlæti í þetta kerfi svo það alls konar breytingar í heiminn núna út á þessu hvað ætla að segja meira? Þú ekki að leggja til þess að við þurfum að komast út úr Trump-tímanum að þá ekki endilega við að fara aftur úr nýfrjálshyggjutímann því hann var ekki góður. Þannig að við ættum kannski að finna einhverja annar samfélag og annar réttlæti sem að henta betur. Já, og það sem hægt að segja líka þetta þegar við tölum svona slow authoritarianism eða svona hæg einræðis stefna eða hyggja og sérstaklega það svona hægrinu sem við sjáum til dæmis Austur-Evrópu þá tengist þetta náttúrulega rosalega mikið Sovétríkin og fall Sovétríkina af því þá orðin til svona menningarlega umhverfi í Austur-Evrópu þar sem rosalega hægt og sannfæra einhver vinstri stefna því að þá tengist það ekki einhvers konar lýðræðislega hreyfingar verkalýðs stéttarnir eða hvenær hreyfingar eða tengist þá fólk gerir tenginguna við Sovétríkinni sem voru þá með valdi við þessum löndum svo þessi hægribylgja í Austur-Evrópu sem andlýðræðislega hægribylgja tengist það rosalega mikið þessi krísa vinstrinu líka, ekki bara krísa nýfrjálshyggjunar og svo í Tyrklandi það ennþá betra ástæða fyrir að ekki vera að horfa til millistríðsárunum af því söguna í Tyrklandi náttúrulega svakalega þegar við tölum hennar hversu brothæft lýðræðið í rauninni þar með alltaf þessa herforingjastjórnum og í gegnum árunum og sérstaklega á kaldastríðsárunum við þurfum líka að minna okkur á það ástæðan fyrir þessi lýðræðislega hnignun í Tyrklandi tengist náttúrulega viðbrögð við valdarán að því herinn reyndi að steypa Erdogan á stóli og svo eftir þetta þá bregðst hann með því að sterkja forseta fyrirkomulega þetta verður Tyrklandurinn breytist frá því að vera þingræði til að vera forseta lýðveldi. Það var jókan hraðan á þeirri þróun. Þetta var svona hans þinghúsbrunni sem hann notaði. Algjörlega. Sem átti gert. En má ég spyrja eins og Fuentes, hvað af hverju ættum við að óttast fasisma? Er það ekki bara gott mál? Ég meina lýðræði hefur ekki virkað fyrir okkur og ekki komið tími til þess að pröfa fasisma. Sagði hann það í viðtalinu? Ég bara að svona, eins og ég sé að spyrja út frá hans ranni. Já, fasisma bara stærsta svona katastróf 20. aldarinnar og þessi hugmyndastraumar réttlætir stríð, réttlætir óréttlæti, það berjast á móti frið og mannréttindi og lýðræði og þetta bara heimur frumskóganar og það bara rosalega marga ástæður fyrir að berjast á móti fasisma en þetta kannski það helsta. Þetta var alveg nóg. Okay. Þá spyr ég, þegar við erum á tímum þar sem við sjáum fasismann vera að rísa upp, mörg merki þess, það þá okkar höfuðskylda að berjast gegn því?
af því að þú ert doktor í andfasisma og þú ert að segja við höfum ekki að horfa of mikið til millitíðsárana, en þar var til dæmis svo stefna að það væri svo mikil ógn af þessu að við verðum að leggja niður eiginlega allar deilur okkar á milli, ná saman öllum þeim sem til í að berjast gegn fasisma, í samfylkingu gegn fasisma, því það er mikilvægt sem við getum gert. Já. Heldur að við séum komin á þann tíma? Já, sem stöðum, já. En þetta er rosalega, þessar krísur, maður þarf samt að bregðast við þessar krísur sem fasistarna í dag er að tala og reyna að búa til einhver fylgi kringum, og þá þarf þá mótaflið samt að bregðast við því og einhver hátt og byggja þá einhver andhreyfingar á móti þessi fasískum hreyfingum. Sem er það andfasískar hreyfingar? En já, ég held það er alveg þess virði að reyna að vernda lýðræðið, sko. Þetta ljómar ógeðslega svona klísé, en að vernda þetta vestræna lýðræðið er alveg þess virði að reyna að koma sér saman og verja því, sko. Það er ekki svo margir sem eru kannski í því. Margir eru til að taka undir ýmsa gagnrýni frá hægri á lýðræðinu og svona okkar kerfum, og þú nefndir hérna vókið og svona taka undir anti-vókið sem að einhver leiti frá hægrinu er bara gagnrýni og mannréttindabaráttu síðustu ára sem þeir voru bara ósammála. Þannig að það eru svona margir til að taka undir, ég fylgir til að já, þetta verður að fara að skoða innflytjendamálin og eitthvað svoleiðis. En maður heyrir ekki marga sem eru raunverulega að verja hið svona valddreifða vestræna lýðræðiskerfi sem að kannski virkaði aldrei, en var svona draumurinn sem að stjórnmál eftirstríðsárana snerist eitthvað leyti Þeir sem að kannski maður myndi halda að vera að gera, þeir tala svolítið vestræn gildi og eitthvað svolítið sem er orðið svo innihaldslaust tal, sérstaklega í ljósi Gaza og sumuleyti Úkraínu jáfnvel líka, að maður heyrir raunverulega ekki mjög kraftmikla umræðu sem er raunverulega til varnar svona valddreifðu lýðræðiskerfi. Nei. Og mannhelgi, maður er ekki mannhelgi, maður er ekki mikið. Nei, það er alveg góð punktur. Það er alltaf tækifæri held ég fyrir vinstrihreyfingar að búa til hreyfingar þetta hugtak lýðræðinu og reyna að skilja það og endurskilja og enduruppgötva það í mismunandi form, hver má vera taka þátt og hver vera skilin út undan og eitthvað svoleiðis. Hver má vera frjáls og hver má hafa mannhelgi. Já. Já. En þessi vestræn þessi umræða vestræn gildi er náttúrulega rosalega ruglingsleg oft og hvað þeir meina við það tala svona kristin gildi eitthvað svoleiðis, en á sama tíma eru þeir þá kannski tala fornaldir þar sem kristindómi var ekki til. Svo það er ekki alveg vita hvað þeir átt við, eða þetta er rosalega óljóst og það er náttúrulega hægt þá að gagnrýna þessar hugmyndir út frá þessum forsetum líka. Og oft notað mjög frjálslega með því að tala svona opið og óljóst, að þá er eiginlega sá sem að heyrir getur eiginlega bara valið að hverju er að hafa sameiginleg gildi. Já. Það er bara svona sirka eins og þú ert. En það getur náttúrulega verið stór hópur sem er að hlusta sem hefur bara mjög ólík gildi og ólík afstöðu og eiginlega frálegt að tala það að við séum með einhverja sameiginleg sjónarmið þegar við erum raunverulega, pólitíkin okkar snýst ekki raunverulega þau, við erum að vinna gegn lýðræði og málfrelsi inn í Vesturlöndum á sama tíma og þau þykist vera að verja þau. Hvaða skilningi? Eða bara til dæmis að vera að handtaka mótmælendur sem eru að mótmæla þjóðamorðinu á Gaza, vera að handtaka það í London. Já. Það er verið að þrengja málfrelsi í Þýskalandi. Já. Og þar fram til götunum. Algjörlega, þessi ógnun á móti lýðræðinu kemur líka frá ríkinu, ekki spurningum með það. Það er alveg klálega. Herðu, Pontus, takk fyrir að koma hingað og tala mikilvæg mál. Það er þannig. Takk æðislega. Takk hérlega. Herðu, en við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og við höldum því áfram hérna eftir örskamma stund. Hingrið örlítið við.
Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.